gerði það nú að umræðuefni hérna daginn, til dæmis þessi harka í magmamálinu og þessi andstæða við erlendar fjárfestingar sem hefur nú lengi verið til staðar í Vinstri grænum og forverunum, Alþýðubandalaginu og flokkunum þar á undan. Þannig að hérna, erlend fjárfesting hefur verið hér miklu minni heldur en það átt að vera. Hvað leiðir það af sér? Það leiðir það af sér að gamla valdakerfið hér í pólitík og viðskiptum á bara ágæta möguleika að það verða til aftur. Kolkrabbinn og smokkfiskurinn í einhverri mynd, einhver ógeðsleg samsuða í viðskiptum og pólitík vegna þess að það ekki nógu fjölbreytt eignarhald í viðskiptalífinu. Mér finnst hérna íslenski vinstrimenn algjörlega hafa mist sjónar á því hvaða tækifæri liggur til þessi erlendri fjárfestingu til að brjóta niður þessar ömurlegu gömlu valdaflokkir. Nú náttúrulega knúið fast með varðandi Magma eftir þessi karaoke í Norðanhúsinu og síðan hérna þessi undirskriftasöfn. Þetta er orðið ansi mikið þetta. Ég held að það sé einhver maraþon misskilningur af því að hérna, það er alltaf verið að tala að það megi ekki selja náttúruauðlindirnar, það er bara enginn að tala að selja þær. Það voru sett lög hérna fyrir 3 árum sem bönnuðu þær væru seldar. Þær eru í eigu opinberra aðila og það er borguð fyrir það leiga. Það er kannski, má velta fyrir sér upphæðunum á leigutímanum, en að einhverju leyti er þessu undirskriftasöfnun og þessi barátta byggð á misskilningi.